Góðan dag. Í þessu vídeó ætla ég að fjalla hvernig ég gerir mælingar á prentefnum og birti niðurstöðurnar í vídeónum þegar ég að prófa prentefni. Þannig að kíkjum aðeins á það. Þannig eins og ég sagði í intróinu þá langar mig að gera smá vídeó það hvernig ég gerir þessar mælingar sem ég að gera á hverju prentefni og hvernig ég held utan gögnin og birti súluritinn og flokka og svoleiðis og ætla að byrja að sýna ykkur mæli græjurnar sjálfar og ég var búinn að gera stök vídeó græjurnar en ég langaði að gera eitt svona heilstætt vídeó þetta. Þannig að ef við byrjum á mælingunni sem mælir stífleika þá prenta ég út svona stykki sem ákveðni lengd og breidd og alveg 100% innfill, þannig að það bara gegn heilt og ég prenta eitt stykki svona fyrir hvert prentefni. Ég fæ nokkuð góða mælingu úr því að gera bara eitt eintak. Ég ekki sé ástæðu til þess að prenta 10 eintök eins og ég gerir með broddþolið og höggþolið eða tókþolið og þannig að ég prenta eitt svona. En svo ég með þessa græju sem ég ætla að sýna ykkur og hún og þetta efni græja sem ég keypti frá Franker Fab og hún var bara tilbúin og ástæðan fyrir þessu græna armi að þetta skemmtist í flutningi og hann sendi mér bara tekníku af því og ég prentaði út þennan varahlut. En þetta í grunninn þannig að undir lóð og það togar niður þessa súlu í miðjunni og núna í þessari læstri stöðu þá súlan laus og getur farið upp og niður og það gerir mér kleift að setja sýnisólinn í og það hvílir á pinnum í endunum, sitt hvort megin eru pinnar og svo pinni í miðjunni og núna þetta bara í svona neutral stöðu og svo efst uppi svona skrúfa sem að ég sný og ég sný henni þangað til að skrúfan snertir prentefnið og það kviknar ljós og ef við sjáum ég sný þessu áfram þá kviknar þetta ljós og það gefur mér 0 stillingu og þá sný ég þessari skífu þannig að þessi bendit endar á 0 og þá veit ég að þetta bara snerting við efnið, þannig að það ekkert byrjað að bogna og það ekkert álag á því, þannig að núna færi ég þennan arm niður og þá þessi þyngd að toga niður efnið og toga niður þennan arm og þá að samanskapi sný ég þessu þangað til að ljósið kviknar aftur og þá aftur komið snerting og svo tel ég bara hringina 1, 2 og núna kviknar ljósið aftur í 2 hringjum og 270 gráðum. Þannig að þið sjáu hvað þetta stoppaði og þá ég komið þessa mælingu fyrir þetta efni og svo set ég það í ákveðna formúlu í Excel og það segir mér svo hvað mikið svignun í millimetrum, hvað þetta búið að færast langt niður og rekna svo út stöðulinn í megapascal fyrir þetta. Þannig að kíkjum aðeins á Excel-skjalið fyrir þessa mælingu og ég með bara öll efni sem ég búinn að prófa og mæla og ég með bara flokkun, hvað PLA, PETG eða engineering filament og gerðin af þeim og liturinn og nafnið á því og hér svo þessi stöðull og sjáum við formúluna sem bak við og það kannski erfitt að sjá en eru ákveðna forsendur sem settar inn hvað sýnisólinn breytt og hvað þyngdin mikil og alls konar upplýsingar til þess að rekna út þennan stöðull og svona færi ég þetta bara inn þannig að ég með eitthvað nýtt efni og þá slæ ég bara inn hvað þetta margir hringir og hvað margar gráður og þá reknar hann út þennan stöðul og út frá þessum stöðli sem fjarlæðin hvað pinnin fer langt niður þá reknar hann út þessa tölu og það aftur til þessa formúlu þannig að þetta svona smá Excel-æfing að finna þetta út en græjan virðist vera nokkuð stabíl hvað var það skeggjumörk, þannig að ef ég mæli sama efni fram og tilbaka kannski 5 sinnum þá kemur mjög svipuð mæling út, þannig að ég nokkuð ánægður með þessa græju og get þá búið til svona súluritt eins og ég með og ég með öll efnin og það sem ég geri venjulega að ég flokka eins og til dæmis bara ég vil bara sjá PETG efnin þá ég með þau svona og þá get ég borið saman og þið þekkið þessi
súlurit hjá mér úr vídeónum þar sem ég að bera saman efnin og í þessum filter þá ég líka með filter á gerðinni. Ég get valið eins og HT, PL eða PL Matt eða Pro eða svoleiðis. Þannig að ég get alveg stjórna því hvað það sem ég vil sjá hverju sinni og í súluritinu sjálfu. Þannig að eins og ég með öll PL efni þá alveg aragrúfu efnum og ef ég vel hins vegar alveg öll efnin þá sjáum við að súluriti verður svolítið ómarkvisst. Þetta fer allt í klessu í botnin og textin verður alltaf lítill. En þið sjáum þetta kringu 60 mælingar sem ég er búinn að gera nú þegar. Þannig að svona safna ég þessu saman. Svo næsta greiða, þessa greiðu smíðaði ég mig sjálfur og fekk miklar leiðbeiningar bara á netinu og frá Stefan CNC Kitchen. Hann gaf mér mikla endurgjöf meðan ég var að fikta mig áfram í þessu og hjálpaði mér mjög mikið að finna út úr þessu, hvernig þetta hentaði og hann var búinn að smíða sér svona greiðu sjálfur sem lítur reyndar allt öðruvísi út en er með sama hugmyndafræði og þetta snýst það að hérna ég með sýnishorn og þetta reyndar búinn að brjóta en það smá krakk í því en það breytir því ekki að ég get sýnt ykkur hvernig þetta fungerar en ég prenta svona sýnishorn og þetta með 4 veggjum og 4 topp og bottom layers og þannig að þau alltaf eins og hóla innan þessu, ekkert innfyll en hérna ég með þetta sýnishorn og það sýnir ykkur hvernig ég set það í tek þennan pinna út set þetta ofan í og þessi pinni læsir efninu þannig að hann kemst ekki upp úr þannig að það er fast ofan í og svo ég með hennan hamar og legg hann að og svo uppi ég með þessa nál sem að ég færi niður þannig til að hamarinn liggur við efnið og þetta er komið í neðstu stöðu og þegar það er tilbúið þá færi ég þennan hamar upp og smá æfingar og hann stoppar á ákveðnum stað og svo til þess að brjóta efnið þá sleppi ég hamrinum og það sem gerist er að efni brotnar og nálin færist upp og það er kvarði á þessu blaði sem sýnir bara í prósentum og núna í þessu tilfelli fór þetta í 25% og ef það væri engin fyrirstaða færi þetta í 0 þannig að þá færi hamarinn alla leið en þetta fór í 25 og þá getur notað þá tölu til að færa inn í Excel-skjali sem ég sýni ykkur svo þannig að svona ger ég mælingar og ég prenta 10 eintök af þessu þar sem þetta prenta flatt á prentflötinn og 10 þar sem þetta stendur upprétt þannig að ég mæli mismunandi eiginleika eftir hvort það er prentað upprétt eða flatt og það gefur mismunandi mælingar og þannig virkar þessi greiða en kíkjum aðeins á mælingarnar og hvernig ég birti tölunar. Ef við kíkjum í Excel-skjali hjá mér og skoðum mælingar þá ég með bara núna filter á svona engineering efni og ég með filter fyrir PL eða PETG eða Advanced Filaments og bara til að sýna ykkur þá er þetta mismunandi efni sem ég er með og reiknuð niðurstaða úr þessum mælingum og hins vegar í þessum hægra megin slægi ég inn gildin sem að ég mældi í mælingunni sjálfri og það eftir sem að lægra gildi því minna höggþol og svona skrái ég hvert einasta prentefni og það eru 10 upprétt og 10 flatt og svo reikna ég meðaltal á því og nota semmilega formúlu til þess að finna þessi kilojoules og það er upplýsingar sýningur hérna alls konar mælingar á flatarmáli, sýnishorns og þyngdarafl jarðar og joules og alls konar æfingar og þetta var smá hausverkur að finna út úr þessu hvernig þetta á að mælast allt saman en ég held ég sé með formúlunar réttar til þess að fá þessa eiginleika fram og ef ég ber saman mælingar sem maður sér á netinu þá held ég að ég sé ekkert fjarri lagi og þannig að ég held að þetta sé svona alveg nótæft og sérstaklega það sem ég er að bera saman svo í súluritinu að þá eins og er ég með meðaltal af mismunandi efnum og það er þá sama skekkjan í öllum mælingum ef ég er að gera eitthvað vitlaust í formúlunum þannig
að hlutfallslega eru efnin að mælast rétt þó svo að væri einhver smá skekkja í formúlunni varðandi flatarmáli á efninu eða eitthvað slíkt sko. Þannig að og hérna aftur eins og ég gerði með stífleikann, þá get ég flokkað þetta hérna eins og ég vill og filterað út alls konar efni og borið saman og framleiðendur og liti og svoleiðis. Þannig að ég er komin hérna í 59 efni sem ég er búinn að prófa. Þannig að þetta er smá samsafn sem ég er búinn að koma mér fyrir. En kíkjum svo á næstu æfingu sem er tókþolið og hvernig ég mæli það og get sýnt ykkur gögnin í kringum það líka. Svo til að mæla tókþolið þá smíðaði ég mér græju til að gera það og keypti þennan mæli og smíðaði þessa mekaník hérna til þess að mæla þetta. Og þetta virkar þannig að ég er með þetta sýnishorn sem ég prenta, sem er þessi hérna, og ég prenta þau annars vegar flatt eða upprétt og það sem er prentað upprétt mælir þá leiratísjun og það sem er prentað flatt mælir þá tensile strength eða tókþol. Þannig að hérna er ég með þetta sýnishorn, ég set það hérna ofan í hérna og hérna er ég með þennan mæli og hérna get ég ítt að taka sem þetta í pík, þannig að hann mælir hámarksmælinguna, hámarsskildið og svo toga ég þennan arm hérna, þangað til þetta slitnar og þá kemur tala hérna á skjáinn sem að sýnir hérna, þetta er þetta kolvi hérna, en 285 er það sem kemur hérna á þessu og ég prenta hérna aftur eins og áður 10 eintök af þessu upprétt og 10 eintök flatt og gera svo meðaltalsmælingu úr því og sé skekkjumörkin á milli mælinga líka, þannig að ég er að lokka það niður. Þannig að kíkjum aðeins á Excel-skjalið sem tilheyrir þessu mælingum. Þannig að hérna er ég með þennan flipa hérna sem heitir tókþolmælingar og hérna er ég með öll efnin sem ég er búinn að mæla og mæli niðurstöðurnar og hérna eins og áður þá er ég með 10 stykki prentað upprétt og 10 prentað flatt og fæ hérna meðaltalstölu út í því og reikna hérna formúlu sem er hér það hvernig þetta mælist á megapascal sem er svona vísindalega mælieiningin yfir tókþol og hérna er ég með öll efnin og hérna sýni ég líka fráviki á milli mælingana. Þannig að þegar ég skoða svo súluritinn aftur að þá sjáu þessa pinna hérna efst, þá er þetta frávikið í viðkomandi mælingu og ef það er mikið frávik þá er prentið efnið kannski svolítið óstabílt og hérna sjáu þið bara meðaltalsmælingar á milli mismunandi prentefna og hérna er ég með nokkra mismunandi tegundir af PLA og svo önnur efni hérna, þannig að það er að bera þetta saman og ég held utan um hverja tegund efni í sér flokki, þannig að það er að bera saman mismunandi eiginleika, karbonfæber efni eða ekki, eða glassfæber eða hvernig það er og þetta er smá sem hann byggjast upp og þið sjáu hérna þegar ég hef öll efnin hérna saman í einu línuti þá er þetta bara algjör belgóbiða og þess vegna er ég með þessa filtera hérna, þar sem ég get valið bara hérna öll ABS og ASA efni og þá sýnir bara þau efni sem ég valdi. Þannig að svona er ég að birta þetta í vídeónu sem ég geri. Þannig að þetta er það sem ég vildi sýna ykkur í þessu vídeó, svona aðeins má bak við tjöldin hvað ég þarf að gera til að birta þessi mæliniðurstöður og hvað ég er búinn að koma upp af mælieiningum og það er ein rás sem ég er svolítið að fylgjast með sem heitir MyTechFun og þar er doktor í Mechanical Engineering í háskóla í Ungverjalandi sem er að gera miklu fleiri mælingar og það er svona móðurlandið í þessum prentefna mælingum held ég. Þannig að ef ég skoða þessa rás MyTechFun þá mæli ég með henni líka ef ég hafa gaman að skoða svona mælingar og hann er að prófa alls konar efni og bera saman og fjalla allir mismunandi efni sem hann kemst yfir, þannig að það er mjög skemmtilegt og ég er svona aðeins að herma eftir þó að í vídeónu hjá mér þá er ég bæði að fjalla með þessar mælieiningar og mælingar og svo líka svona hvernig prentefni líta út og hvernig gekk að prenta þau og svoleiðis, þannig að ég er með svona samblanda af vísindum og huglægum atriðum hvað mér finnst ganga vel og ekki ganga vel í prentun. Þannig að það er svona aðeins öðruvísi vinkill en ég vil ekki apa algjörlega eftir hinni rásinni sem er bara fókus á mechanical testing. En þetta er alltaf það sem ég vildi fjalla með þessu vídeo, þannig að ég vona eitthvað gaman að þessu og láta mig vita hvernig það er og annars bara þakka fyrir mig. Bless.